Forseti, góðir borgarfulltrúar, bókun varðandi fjárhagsáætlun. Rekstur borgarinnar lítur út fyrir að verða betri árið 2016 en verið hefur hjá núverandi meirihluta Pírata, Samfylkingar, Bjartar framtíðar og Vinstri grænna allt þetta kjörtímabil sem og forvera þessa meirihluta frá 2010. Reksturinn að lagast, endurtekið samstæða aukast 13% á 2 árum. Góð staða þjóðarbúsins að skila sér til Reykjavíkurborgar sem nýtir sér þann ramma í botn sem lög álagningu útsvarsleyfa. Þrátt fyrir þennan rekstrarbata sjást engin merki þessar skuldir og skuldbindingar. Samstæður sé að lækka, þær verða áfram rétt 300 milljarðar króna og skuldir A-hluta munu hækka úr 80,7 milljörðum króna í 91 milljarð króna milli ára. Forseti, ég benda ritara að það munu hækka úr, var með UT í því sem ég sendi. Þá benda áætlanir einnig til þess að samstæða Reykjavíkurborgar verði yfir löglegu hámarki skuldahlutfalls samkvæmt sveitarstjórnarlögum til að minnsta kosti ársins 2020 en lækkun skuldahlutfalls er drifin áfram að hækkun tekna eins og segir í kynningu á frumvarpinu að fjárhagsáætlun. En þetta þýðir að Reykjavíkurborg verður áfram í hópi skuldugustu sveitarfélaga landsins þrátt fyrir óhemju hagstæð ytri skilyrði. Þá hefur Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið við að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins og Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi ætlar að gera grein fyrir bókun Framsóknar og flugvallavinnu. Bókun Framsóknar og flugvallavinnu. Já. Ég er að fara hérna línuvilt í fundagerðinni. Borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallavinna bóka eftirfarandi varðandi fjárhagsáætlunina. Það er bara, við tökum heils hugar undir bókun Sjálfstæðismanna. Og síðan varðandi Icelandic Airways þar sem við greiddum atkvæði gegn. Að það er sambærileg sama bókun eins og við gerum í borgarráði breyttum breytanda, bara Framsókn flugvallavinnir leggja fram, það er svona, maður sjá. Framsókn flugvallavinnir telja óviðunandi að helstu verslunargötur Reykjavíkur sé loka á nokkurs fyrirsjáanleika. Við höfum ekki lagt gegn sumarlokun þó við höfum talið þær vera orðnar of langar. Fyrirsjáanleiki er ekki að það sé heimild í skipulagi þegar borgarhátíðir séu haldnar án þess að nokkur yfirlit eða fasta dagsningar liggi fyrir slíkt nema þá að vera skildi 17. júní þjóðhátíðardagur. Áskorunni fyrir meirihluta Samfylkingar, Bjartar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata átta sig á því að hlutverk miðborgar er ekki aðeins að vera miðstöð menningar heldur verður að finna jafnvægi þannig að í miðborginni þrífist blómleg og fjölbreytt verslun ásamt menningu. Þá hefur Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera grein fyrir bókun og þá ætlar borgarstjóri að gera grein fyrir bókun meirihlutans. Tengslu við fjárhagsáætlun. Þetta er vegna fjárhagsáætlunar. Frumvarp fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar sýnir jákvæðan viðsnúning í rekstri. Afkomu borgarinnar jákvæð 1,8 milljarða. Reykjavíkurborg í örum vexti. Metár eru framöndan í byggingu íbúða. Atvinnustig hefur sjaldan verið jafn hátt og atvinnulífið sækir fram á sviði ferðaþjónustu, þekkingariðnaðar og skapandi greina. Undanfarin ár hafa einkennst af umtalsverðri launahækkunum hjá sveitarfélögum en tekjur hafa hækkað hægar. Fjármál borgarinnar hafa því verið í járnum. Með sameiginlegu átaki, aðhaldi og hagræðingu samhliða ákveðnum tekjuvexti hefur nú tekist að leggja fram fjárhagsáætlun með afgangi án þess að hækka skatta. Það svigrúm sem hefur orðið til vegna rekstrabatans hefur verið nýtt til að hefja nýja sókn í skólamálum, fjölga búsetuúrræðum og til að bæta velferðarþjónustu í takt við auknum þjónustukröfur. Þannig forgangsraði þá grunnþjónustu bæði með launahækkunum til starfsfólksins en sinni þjónustunni og auknu rekstrafé til hennar. Þá hefur borgarstjóri lokið við að gera grein fyrir bókun meirihlutans og fleira er ekki á dagskrá þessa fundar og ég slít honum. Vá.